Góðan daginn og velkomin á þennan afkomufund þar sem við erum að kynna árshlita uppgjör Play og við ætlum að fara líka yfir stöðu mála og svona hvernig við lítum á framtíðina. Ég heiti Birgir Jónsson og ég er forstjóri Play og hérna á eftir kemur Þóra Eggertsdóttir sem er fjármálastjóri félagsins og fer yfir reksturinn og síðan á eftir ætlum við að svara spurningum þannig að ég hvet fólk til þess að senda inn spurningar á netfangið er@flyplay.com og við reynum okkar best að svara þeim á eftir. En við bara vindum okkur í kynninguna. Og aðeins kannski til að fara yfir svona það sem hefur gerst á þessum fyrstu mánuðum starfseminnar, þá lukum við $47 milljón fjármögnun í apríl og síðan $34 milljón fjármögnun í júní í tengslum við skráningu okkar markað. Við fengum flugrekstrarleyfi, við hófum sölu á flugmiðum, tókum á móti 3 flugvélum og hófum bara flugreksturinn og starfsemina og það í sjálfu sér er miklu meira en að segja það því að þetta er ekki bara það að flugvélarnar taki á loft og lendi heldur sem er nú eitt og sér nógu flókið heldur þarf að allt að ganga allir sölu kanalar og kerfi og handling og innritun og allt þetta og þess vegna höfum við verið með teymi af starfsmönnum bara í raun og veru á öllum okkar áfangastöðum til að sjá til þess að þessi svona starfsemi hafi farið svona vel af stað og upplifun okkar farþega hafi verið eins góð og raun ber vitni þannig að við erum í raun og veru gríðarlega stolt bara af þessum fyrstu vikum og mánuðum í okkar rekstri. Þannig að stærsta markmið okkar í sumar var raun og veru að koma bara félaginu í rekstur og sjá til allt virki hjá okkur og það er ein góð mælieining til þess að mæla það og það er raun og veru bara stundvísi okkar og þetta svo kallar OTP, on time performance, sem er svona lykilbreyta í flugrekstri. Hún var 96% hjá okkur í júlí sem að þýðir það að við erum bara stundvísasta flugfélagi sem flýgur til og frá Keflavík og þetta er auðvitað breyta sem skiptir gríðarlega miklu máli fyrir bara okkar farþega að fara á réttum tíma og koma áfangastað sinna á réttum tíma, þannig að við erum mjög stolt af þessu. Viðskipti hófust með bréf okkar á Nasdaq og það bara hefur gengið vel og var mjög gaman að hringja bjöllunni, Nasdaq bjöllunni í flugi yfir hálendi Íslands og það er eitthvað sem vakti gríðarlega mikla athygli út allan heim og var að við teljum í fyrsta skipti sem það hefur gert og svona heilt yfir þá hefur við bara fundið fyrir gríðarlega miklu meðbyr frá markaðinum, frá bara ferðamönnum, farþegum, fjárfestum, byrgjum og bara yfir höfuð bara það vindurinn er bara með okkur og seglin eru full af meðbyr. Það er allt þetta uppgjör og svona þetta er svolítið skakt út af því að við raun og veru erum að hefja bara rekstur okkar í seinustu viku fyrsta helming ársins en þannig að þetta litast svolítið af því en við erum með nýtingu upp á 41% í júlí þar sem 10.000 farþegar flugu með okkur og við erum bara í raun og veru mjög sátt við það bæði í ljósi bara COVID-stöðunar og stöðu bara ferðaþjónustunnar almennt og ekki síst þess að við hófum í raun og veru bara sölu 1,5 mánuði fyrir, í raun og veru rúmi mánuði fyrir fyrsta flug þannig að þetta er svona kannski bara í línu við það sem við gerðum ráð fyrir. Það verður líka að hafa það í huga að það kom ný bylgja af COVID í júlí og það setti ákveðin strik í reikningin hjá okkur þannig að okkar farþegar og þeir sem hefur bókað flug með okkur voru að nýta sér raun og veru gríðarlega sveigjanlega skilmála sem við erum að bjóða og byrjuðu að færa ferðir sínar og seinka þeim í raun og veru og það kannski kom aðeins niður á nýtingunni í júlí og ágúst en í raun og veru fyrir félagi í svona rekstrarlegu samhengi þýðir það bara það hnikast til tíma bæði tekjur og nýting þannig að við erum í raun og veru ekki að missa neina tekjur því þetta er bara fólk er í raun og veru bara að fresta ferðunum sínum. Þannig að við sáum í ágúst nýtinguna aukast upp í 46% sem því það 17.000 farþegar flugu með okkur sem er auðvitað bara fínasta aukning og eins og ég segi við erum bara mjög sátt við og síðan erum við bara farin að sjá mjög sterk teikn vaxandi eftirspurn sem ég ætlum kannski aðeins að fara yfir betur á eftir en við sjáum teikn það að næstu mánuður verði ef að framferð sem horfir þá verða þeir í raun og veru bara jafn góðir sko og jafnvel betri. Við tökum allt sem heitir samfélagslega ábyrgð gríðarlega
alvarlega í okkar rekstri. Við horfum til umhverfissjónarmiða þegar kemur að bara okkar ákvörðunum, ekki bara þess að við erum með nýjar og sparneytnar og þar af leiðandi umhverfisvænar flugvélar, heldur erum við líka að horfa til þessara atriða þegar við erum að velja birgja og samstarfsaðila og í raun og veru í öðrum atriðum rekstrarins. Við erum jafnlaunavottuð, við tökum jafnrétti og allt slíkt gríðarlega alvarlega. Við erum stolt af því að kynjahlutföll í fyrirtækinu eru helminguð, eða 50-50 eins og maður segir, og við höfum reynt að leggja áherslu á fjölbreytni og svona siðferði í okkar svona framsetningu og nálgun, sem dæmi eru einkennisbúningar flugleiða okkar eru svona auðvitað framleiddir hjá byrgjum sem eru siðferðislega vottaðir. Við erum að láta svona frelsi einstaklingsins svona njóta sín. Við erum ekki með mjög stífa reglur þegar kemur af svona útliti. Við viljum bara að fólk sé sjálfsöruggt og flott og besta útgáfan af sjálfum sér, en við trúum því að ef fólki líður vel og líður vel í vinnunni þá líður farþeganum vel og upplifunin er bara góð. Þannig að þetta svona, þetta litast allt inn í það bara hvernig við viljum setja vörumerki fram og í raun og veru hver við erum. Við erum líka mjög stolt af því að við erum þáttakandi í íslenskum vinnumarkaði og við erum að vinna samkvæmt íslenskum lögum og innan allra reglna og hefða sem gerist á íslenskum vinnumarkaði og nú þegar höfum við skapað 130 störf á Íslandi, ný störf sem er eitthvað sem er gríðarlega mikilvægt bara fyrir land og þjóð í þessu árferði. Og við munum sjá það að það mun aukast og sá fjöldi mun stækka umtalsvert núna á næstu mánuðum. Ef við tölum aðeins svona hvernig við seljum og hvernig við svona kynnum okkur fyrir heiminum, þá erum við svona stafrænt fyrirtæki. Við notum svona nýjustu tækni og við höfum lagt bæði mikla vinnu og fjárfestingu í það að koma okkur fyrir á svona helstu sölusíðum, þessum svokallum OTA-META síðum, sem eru svona þessi helstu söluleiðir fyrir flugleiðir í flugmiða í heiminum og erum auðvitað að nýta okkur nýjustu tækni í auglýsingum og í raun og veru hvernig maður í raun og veru býður farþegum þá vöru sem að þeir eru að óska eftir eða hafa áhuga á. Það er líka mjög áhugavert og ánægjulegt að sjá það að fyrirtækið hefur vakið gríðarlega mikla athygli erlendis og við kostum nokkrum dæmum úr stórum fjölmiðlum sem að hafa verið að sýna okkur mikla athygli. Og þetta er líka gríðarlega mikilvægt bara í markaðssetningu fyrir félagið, því að við erum auðvitað nýtt fyrirtæki og þú kannski finnur félagið á einhverju sölusíðu og þá kannski googlaru nafnið og þá ferðu að sjá alls konar umfjöllun frá svona þekktum fjölmiðlum og það byggir upp traust og það í raun og veru leyfir okkur að komast hraðar inn á markaðinn. Þannig að við þurfum í raun og veru ekki að gjalda of mikið fyrir það að vera nýtt vörumerki á markaðnum. Ég ætla bara að fá líka Þóru núna til þess að koma aðeins og fara yfir reksturinn og ég ætla svo að koma aftur og fara yfir framtíðina. Já, ég ætla að fara yfir 6 mánaða uppgjör félagsins sem litast mikið af upphafi rekstrar og undirbúningi fyrir þetta fyrsta farþegaflug sem var flogið 24. júní. En það voru flogin 3 farþegaflug semst á tímabilinu og er því þetta uppgjör svolítið óhefðbundin sýn á reksturinn. Tekjur fyrir tímabilið voru $43.000 en helstu kostnaðarliðir og stærsti kostnaðarliðurinn eru laun og launatengd gjöld sem námu $1,5 milljón og þetta eru sem sagt laun stoðdeilda og stjórnenda en laun þeirra sem komu beint að stofnun flugrekstrar leyfisins voru eignfærðar undir óefnislegar eignir. Annar rekstrarkostnaður er $1,8 milljón og stærstu kostnaðarliðirnir þar er markaðskostnaður, upplýsingatækni, þjálfunarkostnaður og annar starfsmannakostnaður. Í fjármagnsliðum erum við með gengishagnað upp á $1 milljón og er það komið til vegna þess að stærsti hluti af handbæru fé er í íslenskum krónum og uppgjör í dollar. Og þetta leiðir til taps á tímabilinu upp á $1,8 milljón sem er töluvert minna tap en var gert ráð fyrir í upprunalegum áætlunum félagsins.
Ef við förum aðeins yfir efnahagsreikninginn að þá eru heildareignir félagsins $126 milljónir og þar af eru leigueignir stærsta stærðin eða 30 milljónir en á þessu tímabili hafði félagið fengið afhenta eina flugvél til reksturs. Óefnislegar eignir eru 8,6 milljónir og þetta kostnaður við stofnun flugrekstrar leyfisins og svona upphaf reksturs og það var semst eignfærður leyfiskostnaður, vörumerkjakostnaður, hugbúnaðarþróun og launakostnaður. Viðskiptakröfur og aðrar skammtímakröfur nema 39,6 milljónum og þar af eru 4,3 milljónir vegna sölu farmiða og 34,9 milljónir vegna hlutafjárútboðsins sem var gert upp í byrjun júlí. Handbært fé nam 42 milljónum og eigið fé félagsins voru 87,1 milljón og samsvarar því 69,2% í eiginfjárhlutfall. Leiguskuldir nema 30 milljónum og þar af 2,1 milljón vegna næsta árs afborgana og frestaðar tekjur nema 3,8 milljónum. Sjóðstaða félagsins mjög sterk og var 42 milljónir í lok júní og 73,8 milljónir í lok júlí og eru þetta 9,3 milljónir betri sjóðstaða en upphaflega var gert ráð fyrir í áætlunum félagsins. Og sjóðstaðan sterkari vegna þess að uppgjör á farmiðasölu að berast fyrr en gert var ráð fyrir frá færsluhirðum og það vegna hagstæðari færsluhirðingasamninga. En skilmálar, betri skilmálar við færsluhirða náðust vegna sterkrar fjárhagsstöðu félagsins. En einnig var kostnaður við upphaf reksturs töluvert minni en lagt var upp með í upphafi. Þróun eldsneytisverð hefur verið upp á við síðastliðna mánuði en hefur verið að koma aðeins tilbaka upp á síðkastið og núna í takt við það sem félagið með í sínum áætlunum eða $600 á metriktonnið. Eins og staðan núna þá félagið ekki með neina eldsneytisvarnar samninga en það áætlað magn til næstu mánaða ekki umfangsmikið og því ekki aðkallandi og því meðvituð ákvörðun að hingra og móta skýra stefnu í eldsneytisvörnum en það eru mörg og ýmis flugfélög að endurskoða sínar eldsneytisvarnarstefnur og að lækka sín varnarhlutföll. Þá ætla ég að gefa orðið aftur til Birgis sem ætlar að fara yfir horfur félagsins. Takk. Já, takk fyrir þetta Þóra. Já, ef við skoðum svona aðeins hvernig útlitið þá það kannski það stóra sem gerst frá því við fórum á markað og kynntum okkar áætlanir til sögunar það að kannski ný bylgja COVID hefur risið. Það má alveg segja það að við gerðum auðvitað bara ráð fyrir því okkar plönum. Við hófum auðvitað rekstur okkar í júní og þannig að þróun COVID til skamstíma hefur ekkert afgerandi áhrif á okkar plön. Við erum auðvitað bara að veðja á það að ferðaþjónustan, flugiðnaðurinn og Ísland sem áfangastaður taki við sér á næstu misserum og svona það okkar businessplan og okkar nálgun á þennan markað. Við, eins og ég kem aðeins og sýni betur á eftir, þá fór sala farmiða gríðarlega vel á stað hjá okkur í sumar og fram í miðjan júlí var hún raun og veru miklu betri en við áttum von á. En þegar að ný bylgja rís þá fer íslenski markaðurinn aðeins að hika og eins og ég sagði áðan það hefur ákveðin áhrif á svona nýtingun okkar í þessum mánuðum, júlí og ágúst. Við höfum gríðarlega mikið sveigjanleika til þess að bregðast við þessu og ég segi aftur að við hófum reksturinn í miðjum faraldri, þannig að þetta raun og veru ekkert að koma okkur á óvart. Við erum með tiltölulega létt flugplan, við erum að fara rólega af stað, við erum með gríðarlega hagstæða leigusamninga við okkar flugvéla leigusala og getum í raun og veru bara svona svolítið sniðið okkar rekstur að því sem gerist bara í eftirspurn á markaði
Og við erum nú þegar farin að sjá að svo eftirspurn farin að koma ansi hressilega tilbaka og þannig að við getum bara verið bjartsýn á framtíðina. Og þetta sést svolítið vel á þessu grafi að þetta raun og veru sýnir samspilið á milli fjölda flugmiða selda og greindra COVID tilfella á Íslandi. Og þarna sjáum við að frá loka maí þegar við hefjum sölu, rauðalínan, þá bara markaðurinn salan fyrir vel á stað, svo fyrir hún að vaxa og bara í svona fínum stíganda fram til svona miðjan júlí, þá fara tilfellin upp. Það kemur gríðarlega mikil óvissa á markaðinn, fólk veit ekki hvað því að vera rauðmerkt, bara allar þessar reglur að breyta til og frá, má ég ferðast, get ég ferðast, hvað þýðir þetta allt saman? Og það hefur náttúrulega ekki hjálpað okkur að regluverkið, eins og til dæmis sem maður horfir bara á Ísland, hefur verið frekar óskýrt. Það var auðvitað gríðarlega stórt skref og jákvætt stigið í gær sem að skýrði í raun og veru stórt vafaatriði í þessum reglum öllum saman sem að í raun og veru þýðir það að nú geta Íslendingar ferðast án þess að eiga þá hættu í raun og veru að festast í útlöndum sem að var svolítið staðan samkvæmt reglugerðunum og laga rammanum eins og við túlkuðum hann og svona flestir túlkuðum hann áður. Það að þú kemur með í raun og veru jákvætt COVID-próf í innritun þá ættu flugrekandina í raun og veru að neita far heim. Nú sem sagt búið að skýra þetta og það er alveg ljóst að bólusettir Íslendingar í raun og veru komast alltaf heim. Þannig að þetta auðvitað gríðarlega jákvætt líka og við sjáum líka hvað gerist og þetta náttúrulega reyndar, þetta graf tekur ekki á þeirri söluþróun því að þetta gert fyrir það, en þarna sjáum við bara eftir því sem að COVID-tilfellin þeim fækkar og markaðan kannski svona nær aðeins áttum, þá höfum við verið að upplifa núna í ágúst gríðarlega mikinn vöxt í seldum miðum og það er rétt að taka fram að þetta er nettósalan, þannig að þetta graf tekur til breytingana, þannig að það er búið að taka það úr þessu, þannig að þetta er kannski svona stærsta ástæðan fyrir því að við erum bjartsýn á framtíðina og í raun og veru sjáum ekkert í kortunum það að við ættum eitthvað að fara breyta okkar plönum eða láta slá okkur út af laginu. Það sem gerist auðvitað í svona ótryggum markaðsaðstæðum er að öll flugfélög að reyna að stilla framboð sitt að eftirspurn á markaði og við þegar Play kemur til sögunar þá erum við að bæta við tæplega 200.000 sætum til og frá Keflavík núna á þessu ári og það má alveg taka það fram að þetta raun og veru sæti sem eru annarkvort ferðamenn að koma til Íslands eða Íslendingar að fara út. Þetta er ekki yfir hafið eins og staðan hjá okkur núna, þannig að þetta raun og veru gríðarlega verðmætt sæti bara fyrir íslenskt þjóðarbú. En við sjáum það að auðvitað, eins og ég var að fara yfir, markaðurinn að breytast og það eru svona, COVID að sveiflast til og frá og eftirspurnir að sveiflast og þá hafa flugfélög verið að svona sníða sér til og okkar samkeppnisaðilar og önnur flugfélög sem eru stóra á Keflavík hafa verið að draga saman sitt framboð 17% á þessu ári en við höfum gert það einungis 3% sem að við svona aðeins stiltum okkur til núna í september og kannski sem afleiðing á þessu höggi sem kom hann í júlí sem ég var að fara yfir en við erum eins og ég segi bara greiðlega bjartsýn á framtíðina og ef að framferð sem horfir þá held ég að við séum bara í hansi góðum málum bara öll ferðaþjónustan. Við erum í vetur núna með þetta leiðakerfi sem svona, við skulum segja, einhvers konar grunnur að því leiðakerfi sem við munum núna kynna til sögunar á næstunni þegar við kynnum flug okkar til Bandaríkjanna sem nú það sem stóra verkefni okkar. En þannig að við munum bæta við fjölda áfangastaða í Evrópu og í Norður-Ameríku og þannig að það er stórra tíðinda vænta frá okkur núna á næstunni með það. Og til þess að geta farið á allar þessa áfangastæði þá náttúrulega nauðsynlegt að hafa flugvélar og þetta höfum við verið að vinna gríðarlega mikið að núna upp á síðkastið og síðustu mánuði. En við erum semst að tilkynna það í dag að við höfum tryggt okkur núna 6 nýjar flugvélar sem munu koma inn í starfsemi okkar á
á svona næstu árum, næsta vor og síðan 2023. Þannig að við erum í raun og veru komin ansi vel á veg við að tryggja okkur hennan flota sem við þurfum til þess að ná viðskiptaáætlun okkar og því plani sem við lögum upp. Það sem við erum að gera núna, og þetta auðvitað fer aftur kannski bara fjárhagslegan styrk félagsins, við erum í raun og veru að tryggja okkur flugvélar, þetta eru nýjar flugvélar, þær hafa ekki flogið áður, þær eru að koma algjörlega í okkar uppsetningu og til þess að passa við okkar nálgun á okkar þjónustu. Við erum að ná í raun og veru að læsa inn í gríðarlega hagstæðum leigukjörum til lengri tíma. Þetta eru 10-12 ára samningar og við erum að fá þessar vélar á cirka 25% undir markaðsverði sem var fyrir COVID sem að þýðir það að við erum í raun og veru sko að læsa inn svona framtíðar hagkvæmni. Og þetta eru auðvitað gríðarlega mikilvægur kostnaðarfótur í okkar rekstri. Þannig að við erum kannski það sem má nefna hér að það sést hérna í okkar plani, við ætlum að vera með 6 vélar í næsta vor þegar við hefum flug til Bandaríkjanna og við erum langt komin með að tryggja í raun og veru 7. vélina. Við erum ekki búin að skrifa undir það en við erum svona að því við erum mjög hörð að því að fá réttu flugvélarnar í réttu uppsetningunni þá er það kannski það sem stendur út af en við eigum vonað því að klára það núna alveg á næstunni. Ef við tölum aðeins bara svona áherslu fyrir núna veturinn og næstu mánuði, þá er eins og kannski fram hefur komið stærsta verkefni okkar að undirbúa flugi okkar til Bandaríkjanna. Það er alveg gríðarleg eðlisbreyting á rekstrinum. Það er ekki bara að beygja flugvélina í hina áttina. Þannig að þetta er eitthvað sem kemur inn í flugreksturinn, þetta er gríðarleg breyting á sölu- og markaðsmálunum og þess vegna skiptir miklu máli að hafa tíman fyrir sér, fara rólega af stað og vinna þetta vel, þannig að þetta sé gert með hvað hagkvæmustum hætti og þannig að þetta er svona stærsta kannski verkefnið. Við erum líka að vinna í innviðum fyrirtækisins. Það er talsverð stækkun sem er að fara í þessi staður. Sem dæmi við erum að fara að ráða inn 150-200 manns aðalega tengt flugrekstrinum til þess að anna þessu. Það þýðir það bara allir ferlar innan félagsins, bara stefnan, ákvarðanatakan og bara innviðirnir þurfa að vera nógu sterkir til þess að höndla þennan vöxt og þetta er eitthvað sem við erum að leggja gríðarlega mikla áherslu á og enn og aftur hjálpar okkur að fara svona frekar rólega í þennan markað og geta svona haft aðeins tíman fyrir okkur. Ég nefndi áðan að við erum eins og við köllum okkur stafrænt fyrirtæki, þannig að við erum í raun og veru bara að byrja núna og getum nýtt okkur bara það nýjasta í allir tækni og við erum líka að vinna þar af leiðandi í svona þessari stafrænni þjónustu og upplifun farþega hjá okkur. Við erum að vinna nýja bókunarvél sem er raun og veru mun fullkomnar en svo sem við erum að nota núna og getur til dæmis hámarkað mögulega okkar til þess að selja aukna þjónustu og alls konar þjónustu við farþega sem er svona til hagræðis bæði fyrir þá og okkur. Og síðan erum við svona að hugsa bara hvernig við ætlum að vera í framtíðinni sem svona stafrænt fyrirtæki og í raun og veru leiðandi bara á því sviði. Þannig að það er mikið að gerast hjá okkur og við erum mjög stórhuga fyrir framtíðina í þessum málum. Kannski aðeins til þess að draga þetta saman, þá höfum við hafið starfsemi, allt hefur gengið vel, við erum bara gríðarlega stolt af því bara hvernig félagið fer af stað í rekstrinum. Við erum aðeins kannski farin að horfa til lengri tíma núna og sérstaklega að undirbúa Bandaríkjaflugið. Það er mjög ánægjulegt að sjá það að lausafjárstaðan okkar og bara sjóðstaðan og fjárhagsstaðan almennt er raun og veru betri en við áttum kannski von á. Við sjáum mjög jákvæð teikn í eftirspurnamarkaði og erum þess vegna bara bjartsýn á framhaldið. Og svo er þetta gríðarlega stórt atriði fyrir okkur að vera búin að festa okkur þessar flugvélar á þessum hagkvæmu leigukjörum og ekki bara það heldur algjörlega fullkomna flugvélar fyrir okkar rekstur. Þannig að við erum bara mjög bjartsýn á framtíðina og það er mikill hugur í okkur öllum. Það var ekki lengra sem að ég er með þetta núna en við ætlum að taka nokkrar spurningar sem að ég nú ekki það klára muna bara, heldur ég að horfa hérna á skjá á móti mér, þannig að ég sé þær þar. Og það eru nokkrar spurningar sem hafa borist þættinum.
það kannski fyrsta spurningin að tala flugleyfi til Bandaríkjanna, hvort við þurfum rekstrarsögu í ákveðin tíma til að fá slíkt leyfi eða hvort það séu aðrir þættir sem þarf að sýna fram á til að fá slíkt leyfi. Þetta er bara mjög góð spurning. Við tilkynntum daginn það að við höfum sótt leyfi til Bandaríkjanna, til þess að fljúga til Bandaríkjanna og þetta er gríðarlega flókið ferli. Rekstrarsagan er eitt, það þarf að vera auðvitað mikið úttektum bara á sjálfur á flugrekstrinum og öllu regluverkinu í kringum þetta og þetta er eitthvað sem þarf að fara í gegnum nokkrar stofnanir í Bandaríkjunum og kemur loftferðasamningum við og svona þetta er mjög flókið lagalegt ferli og tekur tíma og í raun og veru kostar peninga. Við búum að því að svona kjarna stjórnendateymi okkar hefur í raun og veru gert þetta áður, þannig að við þekkjum þetta ferli. Og ég get ekki kannski tekið út eitthvað svona eitt atriði sem er öðru mikilvægir í þessu, þetta eru nokkur atriði en við erum bara algjörlega á áætlun við að fá þetta leyfi en þetta tekur nokkra vikur og jafnvel mánuði og við höfum svona vonað því að sjá þetta núna við skulum segja á næstu mánuðum allavega, svona 1-2 mánuðum. Samband okkar færsluhirða, holdback og meðferð fyrirframgreindra tekna í reikningnum. Viltu kannski aðeins skýra það út, Þóra? Já, ég skal taka það. Varðandi færsluhirðana og samninga við færsluhirði, að upprunlega þá ætlaði færsluhirðin að fara fram á 100% holdback á tekjum þar til að flugferð væri flogin. En núna eftir vel heppnað hlutafjárútboð og þeir sjá fjárhagsstöðu félagsins að þá þeir búnir að aðeins að rýmka þessar kröfur og fara fram á 100% holdback en í mikið skemmri tíma og þá erum við að fá sem sagt peningin til okkar mikið fyrr. Síðan búið að berast spurning varðandi að við nefnum að tapið hafi verið minna en áætlað var og það hafi verið vegna kostnaðar og það í raun og veru í áætlunum félagsins að þá vorum við búin að byggja inn ákveðið svigrúm, við vildum vera tilbúin að takast á við áskoranir og reksturinn kannski fór aðeins hægar af stað en kannski upprunlega var lagt upp með. Þannig það er ekki þarna sem kom sérstaklega á óvart eða sérstakir kostnaðarliðir sem voru langt undir áætlunum. Það svona var bara heildstætt þvert á. Ok, þá skal ég taka næstu spurningu. Það er spurt kannski mál sem var efst að baugi allavega áberandi í byrjun sumar sem er staðan á svo deilu okkar við ASÍ og verkalýðsstéttahreyfinguna og hvort að það muni hafa slæm áhrif á okkur í framtíðinni. Þetta er ansi áhugavert mál, hófst þannig að ASÍ fór fram með ásakanir sem voru ansi alvarlegar það að við værum að greiða laun sem væru langt undir kjarasamningum á Íslandi og væru út úr rammanum við íslenskt bara samfélag. Það var síðan sýnt fram á það með ansi góðum gögnum að það var ekki rétt. Síðan hefur málið þróast fyrst fór þetta snúast einhver lagaleg grunn á einhverjum stéttarfélögum og samningum og núna stendur málið í raun og veru lagalega túlkun af því hvort að forgangsrétta ákvæði í kjarasamningum stenst lög. Og það er ansi áhugavert mál fyrir bara allan íslenska vinnumarkað. Það eru langflestir kjarasamningar á Íslandi sem hafa einhvers konar forgangsrétt ákvæði og það má kannski þrengja það niður í flugiðnaðinn að þetta er það ákvæði sem stendur í vegi fyrir því að önnur flugfélög á Íslandi ráði starfsmenn frá öðrum stéttarfélögum en þau hafa samninga við. Við erum í nákvæmlega sömu stöðu og höfum túlkað þetta þannig eins og held ég flestir sem hafa þetta ákvæði í sínum samningum að við erum í fullkomlega löglegum kjarasamningi, eigum í fullkomlega löglegu samningssambandi við fullkomlega löglegt stéttarfélag. Það er fullkomlega löglegt forgangsrétta ákvæði í þeim samningi, þess vegna er okkur óheimilt að
að semja við einhvern annan eða ráða inn einhver annar starfsfólk, en núna er þetta sem slagurinn stendur Við í raun og veru höfum ekkert sérstaklega miklar áhyggjur af þessu. Ef það kemur í ljós að þetta ákvæði stenst ekki í lög, þá það bara stór fréttir fyrir allan íslenska vinnumarkað og það ekkert eitthvað sem setur okkar plön eitthvað úr skorðum. Við bara mjög stolt af þeim kjörum sem við að borga okkar starfsfólki. Við að ráða fleiri hundruð manns, við með stóran hópa flottu og ánægðu starfsfólki eins og staðan núna. Þannig að ég á ekki vona því að þetta mál hafi einhver raunveruleg áhrif á okkur ef það í þessum farvegi. En ég skal alveg viðurkenna það, þetta auðvitað mjög leiðilegt og neikvætt fyrir félagið að standa endalaust og sitja endalaust undir þessu ávirðingum sem eru ósanngjarnar og í raun og veru ósannar. Þannig að ég ætla nú að leyfa mér að vona það að þetta sé komið í einhvers konar málefnalegri farvegi en það hefur verið núna síðustu vikum. Já, þá kannski önnur spurning sem að tengist kannski þessu, það talað að við ætlum að ráða alltaf 200 nýja starfsmenn á næsta ári. Spurningin er nauðsynlegt að ráða allan þennan fjölda og þetta væntanlega verið að hafa í huga kostnaðinn við það. Flugrekstur í eðli sínu mannfrek starfsemi. Það að fljúga til Bandaríkjanna þýðir það að við þurfum að vera með áhafnir sem í svokölluðu layover í Bandaríkjunum, bíða þar úti út af tímalengd flugana og öðru slíku. Þannig að við þurfum þetta fólk. Við aftur á móti og eitt af því sem við að horfa og ákveðlega svona lykilmælikvarði og við munum reportera til markaðarins er mælieining sem mælir raun og veru starfsmenn per flugvél og það okkar markmið að halda því undir 50 þegar við erum komin í fulla starfsemi. Þannig að við ætlum að ráða það starfsfólk sem við þurfum til þess að uppfylla okkar flugáætlun. Við þurfum auðvitað að fá gríðarlega flott fólk og faglegt og metnaðarfullt fólk. En við í raun og veru erum með augunum á því að hafa hagkvæmni að leiðarljósi. Á hinn bóginn þá get ég alveg sagt að við erum líka mjög stolt af því að vera að skapa öll þessi störf á Íslandi á eins og ég sagði á tíma sem að íslenskt þjóðarbú þarf hvað mest á því að halda. Já, það kemur spurning hér að ég nefndi það að við erum að vinna í nýrri bókunarvél. Sú sem var sett í lofti nú í maí og hafði verið í vinnslu lengi, hún ekki nógu góð? Jú, hún bara mjög góð og hefur auðvitað eins og ég verið að selja alla þessa miða og þá maður má ekki skauta fram hjá því að setja svona fyrirtæki í lofti og svona starfsemi ekkert endilega tekið upp á götunum. Maður getur ekkert bara gefið sér það að öll þessi kerfi sem eru ný virki bara frá fyrsta degi. Þau hafa gert það og við erum ótrúlega þakklátt fyrir það og það raun og veru ekkert út af því að það ekkert eitthvað, það engin heppni, það út af því að þetta var bara sett upp og þetta þróað af fólki sem alveg ótrúlega fært í því sem það að gera. Núna erum við aftur á móti að horfa til framtíðar og við horfum til þess að við ætlum okkur stóra hluti, við erum að fara inn á stóran markað, við ætlum að nýta reynsluna frá þeim félögum sem hafa verið áður á þessum markaði og ætlum að raun og veru að fara og nýta okkur bara sjá hvað þeir bestu að gera og það þýðir það að við getum gert þetta betur og þannig að þetta ekki bara bókunarvél, þetta bara öll þessi svona stafræna nálgun, þessi stafræna markaðssetning, stafræna sala, þetta þarf alltaf að vinna saman og þetta bara merkjum það að við erum meðvituð það að þetta raun og veru mikilvægasti hluturinn að því að vera í sölu markaðsstarfi í flugrekstri. Þannig að við erum með frábærlega gott kerfi núna en eins og öll kerfi þá getur það verið betri og við ætlum svo sannarlega að vera bara eins og bestur að kósi í því. Þetta eru stóru spurningarnar. Hvað getur Play lifað lengi með COVID og ferðatakmörkunum? Eins og ég sagði á hann, þá hefjum við okkar rekstur í faraldrinum. Við hungum ekki eða stöndum ekki á föllum með neikvæðri þróun COVID á einhverjum næstu mánuðum. Þannig að við erum með bara gríðarlega mikinn sveigjanleika byggð inn í okkar kerfi og okkar nálgun. Við erum vel fjármögnuð, við erum með létta flugáætlun, þannig að til dæmis í dag er miðvikudagur, við erum til dæmis ekkert að fljúga í dag, þá vitum við að það dagur sem svona frekar svona slæmur þegar kemur að sölu og eftirspurn farþega, þannig að þá getum við bara látið vélarnar okkar sitja í dag, þannig við erum ekki greiða neina leigu af flugvélum í dag. Það svona sveigjanleiki sem við getum nýtt okkur svona til þess að fara áfram og inn í framtíðina, þannig að við sjáum ekkert í okkar plönum sem
sem ætti að gefa okkur einhvers konar hugmyndum það að það sé einhver klukka sem tikkar okkur út af COVID. Við sjáum þvert á móti bara markaði opnast, regluverki í löndunum að vera skýrara, fólki byrja að ferðast aftur, við sjáum nágrannalöndin okkar opna sig, þannig að við sjáum þvert á móti bara svona dögun nýs veruleika og við erum mjög bjartsýn á hann. Já, eru fleiri spurningar? Já, ef ekki þá ætla ég bara að fá að þakka fyrir. Ég ætla kannski að fá að nota þetta tækifæri til þess að þakka starfsfólki Play fyrir alveg gríðarlega flotta vinnu í einmitt þessu að koma félaginu í rekstur. Þetta er grettistak og ég er alveg ótrúlega stoltur að fá að vera í þessum frábæra teymi og við held ég erum öll bara full eftirvæntingar og krafts ég takast á við komandi áskoranir og ég hlakka til að koma og segja ykkur frá þeim núna innan skamms þegar við höldum næsta fund. Þannig takk hérlega fyrir.